Vertu hjartanlega velkomin Dagbjört í podcast Frelsiskirkjunnar, ótrúlega gaman að sjá þig og fá þig og tala Jesú. Og mér langar kannski bara að byrja á því að spyrja þig bara svona hvernig svona samband áttu við Jesú Krist í dag, í þínu daglega lífi? Sko, ég get ekki talað um þetta aðeins að tala um hvernig hann kom fyrst inn í lífið mitt. Já. Þú veist, ég hef alltaf vitað af Jesú af því að mamma mín er kristintrúið og hún kenndi mér faðirvorið og ég man alveg eftir smá svona í sumarbúðum, þú veist, hvað þetta var eitthvað svona einlægt en í raun og veru var innlægnin bara frá mömmu, þú veist, hún var að biðja faðirvorið og það kom frá hjartanu og það kom frá einhvern móðurástinni að vilja kynna mér fyrir Jesú og gefa mér hennar frið sem hann gaf henni. En í sumarbúðum, veist, ekki virkilega, kannski var ég ekki bara að fylgjast með en þú veist, ég fermdist og ég mitt játaði Krist sem leiðtoga lífs míns en ég var bara svona, ok, þetta er það sem ég þarf að segja til að vera með þessar sætu krullur í hárinu mínu og geta verið máluð í sætum bleikum kjól og fengi allan matinn og ég elska mat, þú veist, góðu matur, og þú veist, kökur og peningar og var bara að hugsa alla röngu hlutina, skilji, bara svo mörg fermingarbörn á þessu tíma. Og ég var ekki alveg að pæla, veist, ég elskaði að syngja eins og í bljúgri bæn. Ég söng það í fermingunum minni og bróðir mér spilaði undir og ég fann fyrir svo miklum svona frið, þegar endur ekki meðan ég var að syngja því ég var ógeðslega stressuð, en því við vorum að æfa þetta áður en að fólki kom. Þá fann ég fyrir einhver sem ég gat ekkert útskýrt, en ég var ekkert eitthvað, Jesús, þetta er heilagur andi. Þetta var bara svona meira bara einhver friður sem ég gat ekki útskýrt meðan ég var að syngja þetta lag. Þetta er svo fallegt lag. En that's it. Svo einhvern horfi ég á allt að rangast, allt sem að kynnir kristintrú svo illa, svo mikil dómharka og þú veist, það er margt sem maður tala sem eitthvað synd einmitt í orðinu en það munur á því að eitthvað sé synd og annað að sé verið að svona útskúfa einhverjum eða þú veist, það var svo margt sem ég var ekki sammála hvernig var farið að hlutunum. Og ég var bara svona fókusa, ég var mikið að einblína á það og hugsaði þá, nei, ég vill ekki vera svona. Þetta er greinilega að vera kristintrúar, það er að vera gett dómharður og leiðilegur og pirrandi. Já, ok, þá var ég bara, þú veist, trúlaus og var bara eitthvað á Facebook atheist. Þess að það var eitthvað svaka cool að vera atheist. Og þannig var lífið mitt frá 15 ára til 25 ára. Ég byrjaði að drekka því ég var 16 ára eftir alveg 4 ára kvíða og vanlíðan í eigin líkama og ég bara þoldi ekki að vera í eigin skinni en ég hafði ekki þennan þroska til að vera meðvitað bara eitthvað, já, ég þoli ekki að vera í eigin skinni, ég ætla bara að drekka, þetta er ekki svona meðvitað. En ég sé það eftir að það var algjörlega þannig að þú veist, því ég var 12 ára þegar mér byrjaði að líða virkilega illa, ég fann fyrir, þú veist, var fyrir einelti. Og ég er svo rosalega viðkvæm sál, ég hef alltaf verið það, ég hef alltaf verið ógeðslega tilfinningarík, þannig ég tek öllu inn á mig og ég öfundaði stelpuna sem voru bara létu svo ekkert væri að og þeim var alveg sama þegar einhver var að taka skóna þeirra eða ég vil gera hart grín að þeim. Það bara létu þess að þær heyrðu það ekki og þá var alveg látið þær í friði. En ég var eina af þessu sem verið svo sár, ég hef alltaf verið þannig. Ég hef alltaf verið svo varnarlaus, ég hef alltaf verið svo opin. Og þarna var einhvern veginn brotið mig mikið niður af því ég hafði bara einhvern veginn enga varnir fyrir því og fólk náttúrulega heldur áfram þegar þú býtur á agnið. Akkurat. Og lífið mitt var þannig, ég var bara skíthrædd að vera ég sjálf. Veist, ég fór að aflita á mér hárið og gera það dökkt til skiptis frá svona 15 aldri, var alltaf í ljósum, gervineglur, ógeðslega meikuð þannig að ég var alltaf sérst að þetta sé ég. Einmitt. Og bara svona, maður sér augun, ég var bara ekki ég sjálf, ég var bara með grímu. Henni leið að ég byrja að drekka þá einhvern veginn svona ég get slakað á. En þó ég get slakað á og held að ég sé bara að vera ég sjálf, þá er ég algjörlega andstæðan. Ég verð andsetin einhvern veginn. Og geri hluti sem ég myndi aldrei gera, þú veist, edrú. Bara, þú veist, held að ég vilji eitthvað bara út á til dæmis kannski losta eða eitthvað. Svo vaknaði næsta dag bara niður brotin, líður sem ég hafi misst smá sjálfsvirðingu eftir þetta skiptið og svo kemur næsta skiptið og þú veist, og ekki bara varðandi eitthvað kynferði, heldur bara varðandi einhvern allt saman. Maður var bara miklu verri útgáfa sjálfur sér. En ég fekk hennar frið og ég fekk þessa ró og mér er alveg sama. Þar til ég er það týnd og það brotin að ég get ekki meir. Ég er bara svona, Jesús, mennur annarkost, ég sagði ekki Jesús, ég bara, ef þú ert hana, þú veist, ef eitthvað hana er til, ertu til að leyfa mér að deyja eða að gera eitthvað, taka þetta í burtu, veist, ég vill ekki vera sem ég er, ég hata hver ég er, skilur. Bara svo bókin með átturinn núna með Eckhart Tolle, bara þú veist, þegar hann fekk svona andlega vakningu, þá var hann bara, ég get ekki lengur verið í þessu líkama og þá kom eitthvað yfir hann.
Það kom eitthvað svona svipa yfir mig en ég vissi ekki hvað það var og ég skrifaði bæn niður 25. nóvember 2019 eftir 9 ára neyslu, helganeyslu reyndar en það hefði endað í dagneyslu 100%. Og ég skrifaði niður þegar lífið verður með dapurt og grátt en ég missi mín tengsl við hinn heilaga æðri mátt. Þá krýpi ég á hnén og segist gefast upp. Ef þú ert hana ennþá, viltu hjálpa mér upp. Fyrirvaraleg von dreif mig tilbaka, ég þakka fyrir lífið sem fyrir mig var skapað. Og það meikaði engan sens af því ég var í niðurtúr, ég var í bullandi þyngu, mér leið svo illa. Af hverju væri ég að segja ég þakka fyrir lífið sem fyrir mig var skapað, það meikaði engan sens. En það kom til mín að skrifa þetta, viku seinna var ég edrú og ég er búin að vera edrú í 6 ár og 7 mánuði, alveg síðan 2. desember 2019. Síðan að þetta gerðist? Já, og ég hef upplifað ýmislegt. Ég var ástfangin af strák sem að ég hætti með 7. mars 2020 af því að hann var í svo mikilli neyslu að ég gat ekki þessa meðvirkni sem ég var í og hann lést mánuði seinna. Og ég bara samdi lög um hann og texta og með þessa lag sem ég er að fara að gefa út núna á næstu mánuðum Break My Own Heart með myndbandi sem verður svona tribute til hans. Og þú veist, ég bara skrifaði ljóð og ég skrifaði lög og þú veist, ég gerði allt annað en að detta í það. Ég fór á fundi, ég fór í 12 spor aðsamtökuna með sponsor en það mikilvægasta sem gerðist fyrir mig er ég fór á samkomu með sponsor þegar hún dró mig á hana og ég var svo berskjölduð, þetta var svo skrítið af því ég var ekki eitthvað svona, já þessi Dagbjört Rúriks, þessi karakter sem ég er Dagbjört Rúriks en ég var með komið svona ákveðin karakter sem var ekki raun og verið hver ég er. Og þarna var ég bara svona ógeðslega vandræðaleg af því ég var ekki lengur í þessu karakter, ég var ótrúlega berskjölduð, ég var ótrúlega brotin eitthvað en ég var ótrúlega opin og við sátumst niður og ég hlusta á lofgjörðina og ég náttúrulega elska lofgjörð, ég elska tónlist, ég náttúrulega syng og sem og það er bara mín ástríða þannig það svona tengir svo í samkomur af því fólk það bara mismunandi hluti, svona hefðbundin messa, ég tengist oftast ekki við það ég tengi við svona Christian rock, skiljið og ég bara, ég fann eitthvað þegar söngurinn var í gangi og ég bara, og sponsorinn var bara láttu biðja fyrir þér og ég bara, wow, ok, ég lét biðja fyrir mér og hann var bara heilagur andi tóksna, setti hendurinn með enni á mér sem var alltaf svolítið intense en ég var bara, ok, let's do it og ég var alveg opin af því ég var bara komið nóg, ég vildi bara líða betur hann bara komdu yfir þessa stelpu, komdu, ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði en bara, veist, komdu öll brotin hennar, hjálpa henni að finna fyrir þér þínum heilaga anda Amen. Og ég var bara eitthvað svona, og svo fann ég bara heilagur andi kom yfir mig og ég hefði aldrei trúað, ég var atheist á Facebook, skilur á Facebook, ekki gleyma því en heilagur andi kom yfir mig og ég hefði fallið í jörðina en það var eitthvað sem greip mig sem betur fer svo veit ekki hver ég var í það, neitjók og ég var komin niður í jörðina og það kom yfir mig bara svona skilyrðislaus ást skilyrðislaus kærleikur, hamingja, gleði, frelsi, friður ofar öllum skilningi kom yfir mig og atheist parturinn af mér líður svo shit hvað ég verð geðveik í framtíðinni þú veist, ég veit alveg, þú veist atheist, þú veist að hlusta mig bara, vá, kleppur strax, helst í gær ég átta mig á því, en þú þarft að upplifa þetta sjálfur til að vita hvað ég er að tala um þannig að það sem ég hveti til að gera er að vera með opið hjarta verður með opið hjarta að það geti verið mögulega eitthvað aðra sem að, þú veist, þú getur ekki upplifað þetta en þú varst opið fyrir því hrokiðin mun alltaf halda þig frá Guði ef þú ert í hroka og þykist vita eitthvað það mun alltaf halda þig aðskilnað þannig var ég opin og ég var tilbúin að kveðja hana sársauka sem ég var búin að lifa í bara síðan ég var 12 ára 25 ára gömul og þarna var ég í jörðinni og ég er að segja ykkur að krakkar ég vildi ekki standa upp ég vildi vera hann alltaf með Guði ég var bara einhvern í himnaríki ég var bara fyrirgefðu, ég trúði ekki á þig fyrirgefðu, ég var alltaf að gera grína þér ég auðraðist svo mikið og hann var bara, elska mín hann elskaði mig svo mikið það var engin dómur hann þekkti mig betur en ég einhvern tímann þekkt mig sjálf hann veit hver ég er, hann veit hvað ég er að gangi í gegnum þetta er svo pabbi sem er að horfa á litla barnið sitt sem er pínu lítið bara nokkra mánaða, það er að reyna að labba og það er alltaf að detta og það er bara fyrirgefðu pabbi, ég trú ekki, ég get ekki labbað, hvernig get ég ekki labbað? Og pabbi bara, auðvitað getur ekki labbað, þú ert nokkra mánaða, ástin mín, skriftu bara eins lengur, eins lengi þú þarft og bara halda áfram að æfa þig og þú mátt detta þess oft og þú vilt, þetta tekst á endunum. Þannig er Guð, þannig elskar Guð okkur, hann er ekki bara, ok, úr syndgaði, beint til helvítis, hann er ekki þannig. Nei, alls ekki.
alls ekki, hann alltaf að leita allra leiða til að draga okkur til sín og til þess að geta elskað okkur til lífs, til þess að geta lýst í burtu allt myrkrið, þú veist, og skömmuna og óttan og kvíðan og þess að brottu sjálfsmynd og hann vill gefa okkur nýja sjálfsmynd og hann vill að við sjáum okkur sjálf eins og hann sér okkur, sem bara þetta fallega, þetta góða, þetta stórkostlega, það sem hann ætlar að byggja í okkur og smíða í okkur og það sem hann ætlar að gera í gegnum okkur. Og hann frelsaði mig frá allir fíkn. Ég var í fíkn í 9 ár. Ég var ekki dagnarsleg en ég hugsaði ekki manna en áfengi og hvenær næsta ammali, hvenær næsta viðeigandi afsökun til að fá mér áfengi og smá í nefið, skiljurðu. Akkurat. Þetta var bara lífið mitt. Ég bara gaf skít í drauma mína því eina sem skipti máli næsta helgi. Krakkar, ég er búin að missa fólk, ég er búin að missa afa minn, ég er búin að missa strák sem ég elska út af lífinu og ég er búin að missa alls konar, ég er búin að upplifa alls konar harmleika svo allir aðrir, alls konar höfnun, alls konar erfiða tilfinningar sem ég gerði ekki annað en að deyfa. En núna, ég hef enga þörf, síðan að hann frelsaði mig, síðan þetta moment í kirkjunni, þetta augnablik í kirkjunni, þá hef ég aldrei, ég breyttist gjörsamlega. Ég er bara nýsköpun í Kristi og ég hef aldrei viljað deyja mig síðan þetta gerðist. Ég er að segja ykkur það. Og þú veist, þannig að... En þegar þú gerðir þetta ljóð, sem kom áður en fórst síðan í kirkjuna, heldur að það hafi verið þetta skref þar sem að Guð var að leiða þig til sín sem að gat opna hjarta fyrir að taka á móti heilugum anda með svona kröftugum hætti inn í kirkjunni. Ég held það. Þetta var fyrsta bænamyndi Guðs og hann svaraði, þú veist, viku seinna, skilurðu. Já, amen, akkurat. Og það er það sem að eina sem að þarf til þess að við getum tekið á móti Jesú og fengið heilagan anda, það er þetta einlæga hjarta sem bara segir, þú veist, ef þú ert þarna, skilju, þú veist, sýndu mér það, þú veist, leyfðu mér að finna fyrir þér, þú veist, tala til mín, þú veist, sýndu mér og ert raunverulegur og Guð, hann svarar alltaf þessari bæn, af því hann vill sýna okkur að hann er raunverulegur, þú veist. En hvernig upplifir þú þessa lækningu á þessari fíkn? Þú veist, var það bara skyndilega á þessu augnabliki eða var þetta eitthvað sem gerðist smátt og smátt þar sem þú varst að vinna með Guði eftir að heilagur andi kemur þarna yfir þig? Sko, þetta var mjög svona þolíka sletta en instant. Já, svona skyndilegt. Já, mjög skyndilegt og ég stend upp og ég bara svona horfa næst til mannesku, ég man ekkert hvernig ég var að horfa á en ég man aldrei gleyma þessu augnabliki. Ég þurfti að halda aftur á með tárum að því ég var bara, mér leiði þess að horfa sjálf á mig. Þetta er ég er þú og þú ert ég. Við erum öll eitt. Já. Og þessi aðskilnaður er það sem myndar öll þessi stríð og við sem að tala illa hvert annað. Ég þolið þetta ekki. Ég nenni ekki að horfa á fréttir af því ég veit sannleikann og sannleikurinn er ástin og sannleikurinn er að elska náungan eins og sjálfa þig. Og ég sá sjálfa mig í manninu sem ég horfði á eða konu, mann ekki hvert það var. Og það var ógeðslega skrítið, ég var alveg wow, það var alveg vakning. En það þýðir ekki svo bara að fara heim að sofa og fara svo bara að horfa á sjónvarpið. Þú veist, ef þú ert raunverulegur alkoholisti eftir minni reynslu, þá þarftu Guð. Fyrir mér þá er það Jesús Kristur, heilagur andi. Amen. Takk Jesús. Og en fara líka á fundi er mín reynsla. Þú veist, ég fór á 1 til 3 fund á hverjum einasta degi í samtökunum sem ég er í og bara ferð all in í þetta, byrjar að gefa áfram sporin, leið úr tilbúin, leið á fundi, fara með fund á stofnanir, gerði bara allt sem þú getur. Ef þú gerir allt sem sagt að gera í aðsamtökunum og ert tengdur þínum æðri mætti, fyrir mér æðri mættur Jesús, en hvað sem það er fyrir þér, þá einhvern nærð að vera edrú alltaf, einn dag í einu, sama hvað. Og treystu mér, það er það sem þú vilt gera. Veist, og það eru miklu fleiri sem elska þig en þú áttar þig á. Við höldum að enginn einhvern elska okkur oft, en það er bara þunglítið að tala, það er bara óvinnurinn að sá okkur fræjum sem við bara íta í burtu. Að reyna að ljúga okkur og blekkja okkur og halda okkur niðri. En það er þannig að Jesús, Guð, hann elskar okkur og það er svo mikilvægt þegar við komum til hans að við trúum því. Þú veist, að við tökum við því í trú að við eigum föður á himnum sem elskar okkur skilyrðislaust eins og við erum og hann elskar okkur til lífs og hann læknar okkur. Og hann frelsar ekki bara sálinn okkar þannig að við komumst inn í himnaríki. Þú veist að hann frelsar okkur líka eins og þú ert að segja frá fíkn, frá sjúkdómum, frá áföllum fortíðar, skilur, frá öllum svikunum og erfiðleikunum, öllu bullinu, skilur, sem að maður er búin að ganga í gegnum, sérstaklega þeir sem hafa kannski verið að glíma við alkoholisma, sem ég þekki náttúrulega sjálf, ég er búin að vera edrú í 12 ár og upplifði líka einmitt mjög mikla lækningu þegar ég fann Jesú loksins fyrir 7 árum síðan.
og þannig að þegar við hrópum til föður okkar og segjum bara ég vel að trúa á þig, ég vel að trúa því að þú elskir mig eins og ég og skilyrðislaust, þú veist, þú þarft ekki að fara og bara laga allt í lífinu þínu, að laga sjálfa þig áður en þú kemur til hans, við komum bara til hans með allan, þú veist, baggan, farangurinn og við afhendum þetta til hans og þá einhvern veginn getum við tekið við lækningu og það svo mikilvægt einmitt það sem þú varst að segja, það þetta einlæga hjarta, þú veist, ekki farðu bara þegar þú mætir í kirkjun, þú ert ekki lengur með þessa grímur, bara ég alveg Dagbjört Rúriks, alveg geggjugæla bara þegar söngkona og svo þú ert líka, en þetta innst inni, þetta innsta sjálf, þetta brotna, þú komst í Guðs með það, og það þetta einlæga hjarta, það sem að Guð getur nálgast okkur og gert kraftaverk í líf okkar, ekki vera að þykjast vera eitthvað annað en þú ert. Guð sér hvort þið allt í hjartan okkar, hann sér allt þetta brotna hvort sem það virkar ekkert á hann að vera að reyna að vera eitthvað annað heldur en maður bara og mér líður verst þegar í egóinu mínu, mér líður langu verst og ég í langmestu skömminni því ég að reyna að fá hróð, þetta ekki alveg flott? Já, þetta ekki, það bara Dagbjört, hættu. Mér líður alltaf best þegar ég fer í hennan, ég ekki móðir, en þegar ég fer í hennan svona móðurlega eitthvað kærleika, ég kannski sundi og ég sé bara eitthvað svona mömmu með eitthvað svona yndislega krúttlegt barn, svona pínlítið barn, það bara svona horfir á mig, bara svona brosandi og ég bara svona ég fer bara okkur í ástina og kærleikan og hvernig get ég hjálpað, hvernig get ég gefið af mér, hvernig get ég þjónað, hvernig get ég verið til staðar. Þá elska ég mig mest. Ég elska mig minnst þegar ég að reyna að vera elsku mest. Ef það make sense. Já, þetta make sense, af því að þegar þú ert að gefa ást, þá færðu svo mikla ást, en þegar þú ert að reyna að sækja þér ástina fyrir sjálfan þig, þá kemur bara svona skortur. Ég veit það. En hvernig svona, af því að þetta gerist þarna fyrir svona 6 árum síðan og þú verður edrú, hvernig svona þitt samband við Jesú í þínu daglega lífi í dag? Mitt samband við Jesú finn ég mest þegar ég bara sest með te eða kaffi, stundum bæði, oftast bæði. Og ég bara loka augunum og ég fer í líkamann, ég tek svona létta hugleiðslu. Þegar ég segi hugleiðslu þá ekki tala með eitthvað ég meina bara þú veist. Akkurat, stilla þig inn á. Bara svona finna fyrir hjartanu slá, andaðu, ég veit við erum öll andandi en svo erum við ekki á lífi. En bara svona vera meðvituð andadráttinn og svo bara hæ Jesús, takk fyrir daginn í dag, takk fyrir að mér að vakna og lífa. Hvernig get ég þjónað þér í dag? Ertu til að hjálpa mér að vera betri útgáfa sjálfum mér? Ertu til að hjálpa mér að vera í þínum kærleika og í þínum heilaga anda í dag? Akkurat. Takk Jesús. Og það allt í einu kemur svona með svima smá, ekki flökurt, en svona svima, svona á góðan hátt. Já, af því að svo mikið kraftur. Já, ég finn minn fyrir heilagum anda og þannig ég bestu útgáfa sjálfur mér. En það ómargir dagar sem maður bara eitthvað horfa á Lofavælend sem ég ætti ekki að vera að gera. Og það nósa bara hér, Love is blind. Já! Það var ég ekki að pæla í því drama, bara vá, hvað hann asnalegur. Það bara einhvern dregur út verst útgáfa sjálfur mér, því ég ekki að vill ekki vera að tala ítlu fólk, ég vill ekki dæma fólk. Akkurat. Svo fyrir ég bíluna, bara eitthvað, Guð, ég fæl mig þér á vald svo þú getur mótað mig, eða drífa mig með þriðaspórsbænina. En það langt best að setjast og virkilega finna fyrir honum. Þannig að ég sé best samband við hann líka að lesa orðið, bara allt svona. Og hann hefur líka læknað sjálfsmyndina mína svo mikið, eins og ég gleymi ekki hvað ég var lengi á þeim stað. Ef að myndalegur, aðlaðandi strákur sýndi áhuga á mér. En ekkert þannig, hann var ekkert tilbúinn að skuldbinda sig neitt, bara að gefa mér smá athygli. Mér finnst það rosalega merkilegt. Ég myndi aldrei viðurkenna það, bara vá, þetta merkilegt. En ég var svona, vá, hann að tala um mig. Það ekkert að gerast fyrir utan sem maður kannski vilji sofa hjá mér eða eitthvað. En bara af því hann sætur þá var það rosalega merkilegt hans að sýna mér athygli. Þar var sjálfsmyndi mín. Mér finnst ég var það ómerkilega, ég bara heppin ef einhver sætur strákur vill mig bara þó að sjá ómerkilegan hátt. Í dag, ég sætti mig ekki við, það var nokkri strákar tala um mig og myndalegir, en ég bara, nei, þetta ekki það sem ég vil. I'm looking for a husband. Já, nákvæmlega. Þannig að hann hefur læknað algjörlega sjálfsmyndina mína. Þetta það sem gerist þegar við höfum ekki fundið Jesú og sjálfsmyndin okkar bara í heiminum. Þá erum bara í því, þú veist, hvað aðrir segjum okkur,
hvað öðrum finnst, álit annara eða hvað kallmönnum finnst okkur eða hvort einhver sýnir okkur athygli, þá það bara orðin einhver svona mælikvarði það hversu mikils virði við erum og þá virði okkar bara rokkandi upp og niður, þú veist, og eða bara alveg í ræsunu, skilju, og þarna var ég líka, sérstaklega meðan ég var ennþá að drekka, skilju, ég hafði ekkert sem ég, þú veist, ekkert haldreifi, skilju, þú veist, ég var bara eins og laupa sem að blés til og frá í vindinum, algjörlega brotna sjálfsmynd, mér fannst ég ekki eiga tilveru rétt, skilju, og svo þegar ég finn Jesú og hann gefur mér þessa nýju sjálfsmynd og ég fer að lesa í Biblíunni, bara allt sem Guð segir mig, að ég sé dýrmæt, að ég sé mikilvæg, að ég sé elskuð, að ég sé elskuð dóttir hans, skilju, að ég sé, þú veist, hluti af konungsfjölskyldu Guðs, að ég sé samþykkt og viðurkennd, þú veist, það rosalegt. Og þegar maður fer að taka við þessari sjálfsmynd, þá fer maður að sjá ekki bara sjálfa sig, allt öðrum augum, heldur fer maður að bera sig allt öðruvísi. Maður fer að hegða sér allt öðruvísi, skilju, og maður fer að hegða sér og maður fer að lifa samkvæmt þessum sannleika sem Guð hefur gefið manni og maður byrjar að umbreytast og maður fer að líkjast Jesú meira og meira. En ég er svo sammálaður með hugleiðsluna og bænina, það líka mín aðaleið. Mitt samfélag við Jesú í dag fyrst og fremst í gegnum hugleiðslu og bæn og svo í gegnum orðið. Þú veist, ég geri svipað og þú, að þú veist, ég fer bara með svona litla bæn og ég loka mig af bara í einrúmi með Jesú, skilju, bara inn í herbergið eitthvað og það sem bara enginn má trufla. Og ég dreg djúpt inn andann og ég loka augunum, ég fer með litla bæn og ég kannski að segja eitthvað, þú veist, ég kannski opna mig eitthvað, ég kannski tala einhverja vanlíðan, einhverjar neikvæðar hugsanir sem ég er búin að vera að glíma við eða bara ég er að biðja fyrir einhverjum öðrum, skilju, og síðan bara, þú veist, og þá einmitt finn ég fyrir honum, stundum sé ég hann, stundum ég bara með að loka augun og þá sé ég bara, hann sýnir mér sýnir, þú veist, og ég sé Jesús og ég bara, þú veist, ég byrja að gráta, skilju, ég fer eiginlega alltaf að gráta því ég bara, þú veist, það svo mikið lotning, skilju, og svo mikið lækning og umbreyting þegar maður í svona ofboðslega nánu samfélagi við Jesú daglega, þú veist, og þessna erum við að leggja svo miklu áherslu á hugleiðslu og bæn í frelsiskirkjunni, þú veist, ef þú ert kristin eða ert að hugsa að verða kristin, ekki missa af þessari tegund af samfélagi við Jesú í gegnum hugleiðslu og bæn með því að kúpla því svolítið út úr þessu efnislega, þú veist, við eigum ekki að horfa á kringumstæðunar, heldur lifa í trú og sjá inn í því ósýnilega, af því að það þar sem að Jesús það sem að heilagur andi það þar sem að Guðsríki en það náttúrulega líka þar sem að djöfullinn og allt hans veldi, skilju. Ég elska því að þú varst í podcastinni hjá Gunnari, þú talar óttan. Já. Pæli í því hversu mikið óttinn stöðvar okkur að gera allt sem myndi heila heiminn. Akkurat. Þú veist, pæli þess í því. Þú veist, hvað það sem stoppar þig alltaf þínu drauma? Það alltaf ótti. Það alltaf ótti. Já. Vá, hvað rétt hjá þér það sem þú sagði með óttan og djöflin. Ertu til að koma þess inn á það? Það rosalega merkilegt. Já, það nefnilega þannig að við eigum óvin sem að djöfullinn, að heitir Satan og hans ríki byggir á ásökunum annars vegar og hins vegar á ótta og það þannig sem hann heldur ríkinu saman á meðan að Jesús Kristur, hans ríki það byggir á skilyrðislausu kærleika og ást, skilju og djöfullinn hann notar ásakanir og ótta til þess að halda okkur niðri fyrsta lagi til að koma í veg fyrir að við náum að taka á móti Jesú af því að hann veit að áætlun Guðs að allar sálir frelsist og til þess að sálirnar frelsist og við komumst inn í himnaríki Guðs þá þurfum við að trúa á Jesú og játa hann sem okkar drottinn. En þegar við erum búin að gera það, þá aðal markmið djöfulsins að nota ásakanir og ótta til þess að halda okkur niðri þannig að við getum aldrei orðið það sem Guð hefur smurt okkur til þess að vera, skilju. Jesús hefur gefið mér og þér og okkur öllum tilgang, hann hefur sett köllin yfir líf okkar og hann hefur gefið okkur gjafir til þess að iðka þennan tilgang en djöfullinn reynir að taka allt frá okkur og hann reynir að halda okkur í skömm og ótta og niðurrifi og ásökunum, hann reynir að búa til sundrungu sérstaklega á milli kristina. Jesús sagði ríki sem sunduþykkt og fyrir gegn sjálfu sér, það getur ekki staðist og það akkurat þetta sem að þú varst að koma inn á þegar fólk kemur kannski inn í kirkju og það upplifir bara fordæmingu, niðurrif einhverjar ásaka eitthvað, skilur, og það ekki Jesús, það kristins andavald sem að fælir okkur frá Jesú og við sem erum kristin og það sem að mér er svo æðislegt við þig, það einmitt þessi vilji til þess að þjóna og blessa aðra og elska aðra, skilur, og lyfta öðrum upp, skilur, jafnvel þegar þér líður illa að þú ert kannski niðurbrotin að vilja samt fara út
og vera með þetta hjarta, hvernig get ég blessa aðra, skilju. Og það er það sem lyftir og það er líka hluti af þessu lími sem Jesús segir að við leyfum okkur ekki að fara í ásakanir og niðurrif gagnvart hvort öðru og ég veit bara að það hryggir heilagan anda þegar kristnir eru að tala illum aðra kristna eða þegar kristnir eru að tala niður kannski kristilegt starf annara, skilju, og eða kristin systur eða bróður, þú veist. Ég þoli ekki líka slúður og illt umtal og ég þoli ekki líka lygar. Akkurat. Þess að ég veit alveg til dæmis nokkra menn sem að ég hef ekki einu svona hitt en þeir eru búin að sofa hjá mér. Ég þoli ekki allt svona. Akkurat. Ég þoli ekki það sem er ekki satt. Ef ég hef gert það, þá er ég algjörlega viðurkenna og segja það. En ef ég hef ekki gert það, það fer svo í taugunar á mér. Já. Af því að lygar er svo mikið, þú veist, hann að djöfullin er höfundur alla lyga. Akkurat. En svo er það líka fyrir utan það að djöfullin hann notar ekki bara lygar gegn okkur, hann reynir líka að taka mistök okkar úr fortíðinni sem gerðust og nota það gegn okkur í dag með ásökunum og taka fortíðina og nota hana gegn þér og segja þú gerir þetta og þú ert lélegur pappír, skilju, og það er svo mikilvægt að við séum ekki að falla í þessar gildur. Jesú dó á krossi til þess að fyrirgefa alla synd. Hann er búinn að afmá öll afbrot, skilju. Hann er búinn að þurrka út öll mistök okkar. Fyrir honum erum við heilög, við erum hrein, við erum heilbrigð, við erum réttlát, við erum saklaus, við erum sýknuð, skilju. Þannig að jafnvel þótt einhver myndi koma til okkar og segja, já, þú gerir þetta fyrir 2 árum eða 10 árum, skilju, þá er það ekki frá Guði. Þá er það líka frá djöflunum, skilju. Af því hann reynir að nota fortíð okkar til að rífa okkur niður, en Jesús segir, fortíðin er fyrirgefin, hún er farin, hún er afmáð, skilju. Hún er bara horfin, hún er ekki lengur hana. Og ég er með þér núna, hér í dag og ég er búin að gefa þér vonaríka framtíð og hann er að horfa á þig eins og ert í dag og hvað hann ætlar að gera með þér í framtíðinni, skilju. Og svo tekur hann allt myrkrið og öll mistökin og allt sem við gerðum í fortíðinni og hann umbreytir í þannig að það blessi aðra. Til dæmis þegar þú situr hér og ert að segja frá þínum fíknisjúkdóm og þinni brotnu sjálfsmynd og fortíðinni, það hjálpar öðrum sem eru kannski á þeim stað, skilju, að koma, skilju hvað við. Þannig að hann jafnvel tekur þetta brotna og hann hefur gert þetta líka hjá mér og það skiptir svo miklu máli og þegar við sjáum kristna bræður eða systur sem eru, þú veist, í róburði, í svona gossipi, að tala illum aðra, að tala illum kristilegt starf eða með ásakanir, þá er svo mikilvægt að við getum bara beðið fyrir það, skilju, að við bara biðjum Guð að fyrirgefa þetta og við förum aftur inn í eininguna því að við erum öll eitt og þetta er eitthvað svona opinberu sem ég fengi líka en ég þarf að hafa það meira í huga þegar við erum að senda frá okkur myrkur þá erum við bara að skapa myrkur innan með okkur sjálfum. Þetta er svo sátt. Skilju. Og mér langar líka viðurkenna, þú veist, segja að þú veist, það sem ég oft erfiðast með en þú veist, ég veit að heilagur andi er til, ég veit að Guð er til, ég get ekki sannað það en ég bara það hlýtur að vera því að þetta var svo ótrúlega sterk upplifun. Ég veit ekki hvað er virkilega fyrir en ég fer og dey og fæ virkilega að upplifa það en ég hef ótrúlega mikla trú, ég hef það mikla trú að ég bara veit og ég er mjög sterk að trú, þú veist, ég náðu að vera edrú allan tíma út af þessari trú sem ég hef en það sem ég hef haldið mig mest tilbaka er að þetta hættir ekki að endurspilast í hausnum mínum allt sem ég hef gert rangt að ég einmitt, þú veist, ég hef gert mitt besta að iðrast fyrir allt sem ég hef gert rangt þess vel og ég get, ég fari með öll nýjundaspori mín allavega sem ég veit af kannski er ykkur fleiri ef það kemur ykkur upp þá myndi ég taka það ég er tilbúin að taka ábyrgð á öllu sem ég hef gert rangt en sama hvað ég teki oft ábyrgð á því og iðrast og bara mér þykir ógeðslega leiðilegt að ég hafi verið svona óheiðarleg að ég hef gert þetta, ég hafi sært þessara mannesku þá samt hættir þetta ekki að endurspilast í hausnum mínum og alltaf því ég ætla að gera eitthvað gott eða ég ætla að reyna að leitast eftir að gigga því að tónlist er minn draumur ég er ekki búin að leitast eftir kannski 2 á seinustu 6 árum af því að það kemur alltaf þú ert ekki nógu góð því þú ert búin að gera þetta og þú ert þetta og þetta og þetta og manstu því þú gerir þetta og þetta er ekki ennþá hætt í dag ég fekk kannski vörðlas og kemur alltaf einhver stelpa og horfir á mig með einhver svip ég er bara, hún er að veita að ég, þú veist, er algjör eitthvað neikvætt þú veist, fyrir mörgum árum síðan og ég er búin að gera mitt besta að vera eins góð manneskja og ég get verið í 6 ár og 7 mánuði þú veist, það er svo pirrandi hvað maður næri aldrei að fyrirgefa sjálfum sér og þarna er óvinurinn að læða lygunum að sér til þess að halda þér fastri til að reyna að koma í veg fyrir að þú farir uppfylli draumana þína skilur og uppfylli köllunina sem að Guð hefur fyrir þig en Guð, hann vill frelsa
þig frá þessu og ég trúi því að það er kannski einhver á TikTokinu að horfa sem er að glíma við sama vandamál og einhver sem á eftir að horfa á hana þátt sem er líka búin að vera fastur þarna og maður langar bara til að biðja fyrir það núna. Ég lægi snerti hérna hjarta. Í Jesú nafni þá þakka ég fyrir dóttur þína Faðir, þessa dóttur þína sem hefur svo fallegt hjarta eftir þér eins og Davíð konungur hafði. Hjarta sem að elskar og hjarta sem að þráir að lyfta upp þínu nafni og þóknast þér einum Faðir. Í Jesú nafni sendi ég orð þitt inn í hjartanar og það læknar það. Í Jesú nafni þá teki alla þessa fortíð og henni er fyrirgefið í þínu nafni Jesús. Þegar þú gafst lífið þitt á krossinum, þá fyrirgafstu fortíðina, fortíðin er farin, hún er afmáð. Í Jesú nafni ég tek hana alla og ég afhend hana inn í ljósið til þín Faðir. Í Jesú nafni. Og ég set bara, ég bara segi meira af þér Jesús inn í lífuna Dagbjartar núna og ég bið að fylla hugana núna í Jesú nafni þá herti ekki hverja hugsun til hlýðni við Krist og hver hugsun er full af ljósi af lækningu og ég ætla að biðja að endurtaka núna eftir mér. Jesús hefur fyrirgefið mér. Jesús hefur fyrirgefið mér. Fortíð mín er farin. Fortíð mín er farin. Ég er réttlæti í Kristi. Ég er réttlæti í Kristi. Ég er rétt í Kristi. Ég er rétt í Kristi. Ég er saklaus. Ég er saklaus. Ég er sýknuð. Ég er sýknuð. Og fortíðin er farin. Fortíðin er farin. Fyrir fullt og allt. Fyrir fullt og allt. Og ég tek við fyrirgefningunni þinni Jesús. Ég tek við fyrirgefningunni þinni Jesús. Inn í hjarta mitt. Inn í hjarta mitt. Inn í huga minn. Inn í huga minn. Inn í sál mína. Inn í sál mína. Inn í líkama minn. Inn í líkama minn. Og ég vel að fyrirgefa sjálfur mér. Fyrirgefa sjálfur mér. Allt frá upphafi. Allt frá upphafi. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Fyrirgefningin. Fyrirgefningin. Sem Jesús Kristur er. Sem Jesús Kristur er. Lifir innra með mér. Lifir innra með mér. Og læknar. Og læknar. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. 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 Takk, vákvæmt og hjálplegt. En í leiðinni gæti ekki að hugsa vákvæmt margir og horfa á þetta TikTok og dæma mig hvað ég er geðveik að trúa Jesú og vissum og grenjandi Jesú grenjandi. En ef þetta hjálpar ykkurum þá er það þessi virði, einhvers að dæma, whatever. Já, en það er þannig að þessar illu hugsanir sem að óvinurinn reynir að sá í hug okkar og það er svo mikið talað um þetta í Biblíunni og hvernig við erum að takast á við þetta og þegar þú heyrir þessar hugsanir koma upp þá er svo mikilvægt að við svörum með orðið Guðs. Ég er réttlæti í Kristi, skilu. Jesús hefur fyrirgefið mér. Í hans augum er ég falleg og góð, þú veist, ég er sýknuð. Jesús hann afplánaði dóminn sem að hvílda okkur fyrir okkar hönd svo við þurfum ekki að afplána þetta, skilju, og við þurfum að vera tilbúin, baráttan er hérna í huganum og við þurfum að vera tilbúin að svara þessum legum alltaf með sannleikanum. Þegar Jesú var freistaði í eyðimörkinni, hann var búinn að vera í eyðimörkinni í 40 daga og 40 nætur og hann var búinn að vera fastandi og hann var rosalega svangur og djöfullinn kom til hans og var að reyna að freista hans og hann var að fá hann til þess að gera eitthvað sem var utan vilja Guðs, hann var að afbaka orð Guðs og reyna að fella hann þannig í gildru en Jesús svaraði alltaf ritað er. Maður lifir ekki á brauðinu einu samanhaldi hverju því orðið sem kemur fram af munni Guðs og tilbiðja skaltu drottin einan Guðinn og það er þannig sem við þurfum að takast á við þetta myrkur í hugafarinu okkar, skilurðu, þegar djöfullinn reynir að ljúga okkur, við svörum með orðið Guðs og þá er svo gott að vera búin að skrifa niður og ég kalli þetta guðlega krafthugsanir, þú veist, og það er líka bara að nota eins og bænina sem þú veist að segja, ég gef mig Jesú á vald, þar hann er konungurinn yfir hugafarinu mínu og ég herti hverja hugsun til hliðinni við Krist og aldrei taka við þessum legum. Þú veist alveg að þetta er legar frá djöflinum, þú finnur bara hvernig myrkrið sem fylgir þessum hugsunum, ásakanir, ótti, niðurrif, fordæming, þetta er allt frá óvinunum og ekkert af þessu kemur frá Jesú og við megum ekki taka þetta til okkar að trúa þessu, skilur. Þetta er líka bara að segja við mig, þú ert búin að taka ábyrgð á þessu Dagbjört. Þú veist, þeir eru búið að fyrirgefa fyrir þetta. Þú ert búin að gera allt sem þú hefur getað gert varðandi þetta sem þú gerðir átt. Það er ekkert neitt meira sem þú getur gert en að beða um að sleppa takina á þessu. Vera smá markþjálfur fyrir sjálfa sig líka. Það er þess að maður svolítið því heilin er svo út um allt, sérstaklega maður er brotinn og maður er ekki búin að vera einhver fullkomin verslunastelpa sem er aldrei gert neitt mistök, skilju. Þá þarf maður svo mikla vörn, skilju, til að geta lifað með sjálfu sér edrú. Þegar maður er svona hrá típa og búin að gera alls konar mistök. Þarf maður að peppa sjálfa sig meira til að lifa ekki bara í algjöru volæði, skilju. En ertu búin að taka svona niðurdýfingaskýrn? Já, ég tók 2020.
2020. Sumarið 2020, Já, nokkrum mánuðum eftir ég frelsaðist. Já. Og ég þarf að vera svo mikið betri að lesa orðið. Ég er ekki búin að vera nógu dugleg. Svo ég elska kærleikann þegar ég var að tala um kærleikann í Biblíunni. Já. Eitthvað kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Akkurat. Þú veist, mér finnst það svo fallegt og líka þegar ég var að tala um Jesú, hann var ljósið en myrkrið vildi ekkert með hann hafa. Akkurat. Og maður finnur bara eitthvað, en þegar ég dirfist til að tala um Jesú og þá er bara eitthvað, bara hata þau, bara þess að það segir það ekki. En ég finn bara orkuna, það er svo tryggir í djöfluna sem eru í ákveðnu fólki og það er ekkert aðeins af fólki, það er alveg að dýrmæti og þú, við erum öll í að, en það er bara af því að það hefur ekki tekið á móti Jesú, þá hefur það eitthvað vörn fyrir sáðkornum sem að djöflin alltaf var inn að sá í huga þess. Og það hugsa alla sem hafa verið dómharðir og vondir til dæmis á samkynhneigða sem er náttúrulega bara ógeðslegt. Maður gerir ekki svona. Og þú veist, maður hugsa alla kaþólsku prestana sem hafa misnotað börn, þú veist að djöfull er alltaf að minna þig á allt þetta slæma sem er tengt kristin trú, sem er ekkert tengt trúnni. Þetta er tengt manninum sem er gallaður og er að nota trúna sem afsökun til að vera andstyggilegur. Það er ekki sönn trú. Sönn trú er að elska náungan, sönn trú er ekki að vera vondur við aðra. Og það er svo djöfullir notið þetta, mannst ekki allir kaþólsku prestinir, mannst ekki þetta og þegar þú ert hálfvitið að vera kristin. Auðvitað hugsa maður það ef þetta sem kemur upp í hugan, en það er bara djöfullin að reyna að finna ástæðu til að láta það ekki trúa, sem gerði við mig þar til ég frelsaðist. Sama með mig. Þú veist. En eftir að ég frelsaðist, þá náttúrulega fór ég að vinna með Jesú í að endurnýja hugarfarið mitt. Af því að ég vissi, Jesú fór að sýna mér af hverju ég hafði verið rosalega veik, ég var náttúrulega bæði með fíknisjúkdóm og ég var með átröskun, ég var með rosalegan kvíða, ofsakvíða og þú veist, ég var með króníska verki, þú veist, í líkamanum, ég var bara mjög veik og ég hafði aldrei skilið af hverju ég hafði verið svona veik, ég var orðin edrú, þú veist, ég var búin að vinna sporin, ég held þú veist, ég hreyfði mig, ég var að fara í fjallgöngur, þú veist, ég held ég var að gera allt rétt, skilurðu. Svo mætir Jesús mér í hugleiðslu þegar ég er að leita lækningu og þá byrjar hann að útskýra fyrir mér af hverju ég hafði verið svona veik og eina megin ástæðanum var þetta opbúslega óheilbrigða hugafar. Þú veist, hausinn á mér var bara í ruglinu, skilur. Þú veist, það var bara alltaf margar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir, neikvæðar hugsanir, kvíðahugsanir, óttahugsanir, rosalegt niðurrif og sjálfsfordæming og hann sagði, þú veist, hver hugsun er orka, þú veist, og þú ert að skapa eitthvað með öllum þessum hugsunum og ef að hugsanir þínar eru svona dimmar og myrkar, þá ertu bara að skapa allt þetta myrkur innan með þér og þessa vanlíðan, skilur. Og þú ert að brjóta sjálfa þig niður og aðra með þessum hugsunum, þannig að og það segir í Biblíunum við eigum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist og við eigum að endurnýja hugarfarið og þannig umbreytumst við. Og þegar við förum að vinna með Jesú í að skipta út þessu neikvæða óheilbrigða hugafari og fara að hugsa svona heilbrigðar bjartar hugsanir í staðinn, þú veist, hugsanir sem að skapa frið og kærleika og fyrirgefning og miskunnsemi, það er þá sem að við byrjum að umbreytast og við byrjum að fá og að óvinnurinn hefur minna og minna valdi yfir okkur, skilju, og við þurfum að passa okkur líka hvað erum að tala út, skilju. Jesús sagði í Markús og Guðspjalli 11. kafla 23. og 24. versi, hann sagði ef þú segir við fjallið, þú veist, lyftir upp og steypir í hafið og þú trúir í hjartanu að það muni gerast sem að þú mælir, segir að eigi að gerast, þá mun það gerast. Spáði því. Oh my God. Þannig að hann er búinn að gefa okkur svo mikið vald, skilur, við höfum vald yfir heilsun okkar, líkamanum okkar, lífun okkar, þú veist, en það er okkar að endurnýja hugarfarið og velja að trúa því sem Guð segir, en ekki velja að trúa því sem djöfullinn segir. Af því hann er alltaf að segja, þú ert ekki verðug, þú ert ógeðsleg, það er eitthvað að þér, þú ert að veik, þú veist, þetta eru lygarnar. Já, en Jesús segir, ég lækna þig. Það segir í orði Guðs, fyrir hans benjar erum við heil. Við erum heilbrigð, við erum lækningun í honum og hann segir að við séum dýrmæt og verðmæt og mikilvæg og elskuð, skilju. Yndisleg sköpun Guðs. Já, yndisleg sköpun Guðs, hann skapaði okkur, hann mótaði okkur þegar við vorum í móðukviði, þú veist, og hann gaf okkur tilgang og hlutverk, þannig að þegar við byrjum að hafna myrkrinu og lygum óvinnans og við fyrir að stilla hjart okkar og trú okkar á það sem Guð segir, þá læknumst við og við fáum frelsi frá þessu. Skilur. Mér er svo erfitt að fyrirgefa þeim sem ég elska, ég ætla ekki að nefna neina nöfn. Nei. En það er sem að ég elska mjög mikið og manneskjan er eitthvað einn gagnvart mér og hefur verið hannig í mörg ár, fleiri en ein manneskja og ég hef verið svo sár að því mér finnst ég vera að vera kærleiksrík, vera að gera mitt besta til að koma fram en samt einhvern sér þessi manneska sem ég elska svo mikið, hún sér mikið og er bara eitthvað alveg sama
og mér er svo erfitt að fyrirgefa að þessi manneskja vilji ekki hafa betra samband við mig eða þessi manneskja sé ekki að sýna með meiri ást eins og ég reyni sjálf að gera gafst þessari mannesku og fleiri en ein skilur og líka bara þú veist að þessi manneskja hefur kannski sagt eitthvað hluti, aldrei tekið ábyrgð á því, ekki raun og veru og ég hef sagt fullt sjálf sem ég tek ábyrgð öllu sem ég get og það er eins og þessi gremja, fólk gerir ekki það sama og líka bara hvernig staðan er í dag að við eigum ekki þetta samband, ég get ekki verið ég sjálf, ég er alltaf stressuð, ég er alltaf og það er svo mikið pirringur og sársauki af því að þessi mannskja fer ekkert, þetta er alltaf, þetta er bara eitthvað partræðir. Já, og það er svona, þú veist, eitt af því sem að Guð kennir okkur í gegnum orsi er að við séum frjáls frá fólki, skilu, og þetta tala að ótta við menn þegar við erum að óttast fólk af því að við þörfnumst eitthvað frá því og við þurfum stundum að setjast niður af hverju hefur þessi manneskja svona mikið valdið mér og mínu tilfinningarlífi og mínu hugsanarlífi ég vil vera frjáls frá þessu og þá þurfum við að spyrja hvað er ég að reyna að fá frá þessari mannesku af því að stundum erum við að reyna að láta annað fólk gefa okkur það sem Guð einn getur gefa okkur og þegar við erum að gera það þá erum við búin að gera svona hjákuð í hjarta okkar annað fólk á að gefa mér virði eða annað fólk á að gefa mér ást og kærleika eða annað fólk á að gefa mér mikilvægi eða annað fólk á að gefa mér samþykki skilju og þá fyrir við að reyna að fá þessa hluti frá öðru fólki og þá erum við í rauninni að setja okkur lægra heldur en fólk og þá fyrir fólk að hafa vald yfir okkur og vald yfir hugsunum okkar og tilfinningarlífin okkar í stað að segja, heyrðu, Guð, hann gefur mér mikilvægi mitt það er hann sem gefur mér virði mitt þú veist, það er hann sem gefur mér kærleikuna og ástina sem ég þarfnast og þegar við leitum hans og hans ríkis fyrst þá gefur hann okkur allt annað auki skilju og ég er líka að lifa í sjálfhverfu og sjálfselsku í raun og veru eins og ég var að tala áðan, hvað get ég fengið alltaf því ég er í þessu, þá líður mér alltaf verst og þá fæ ég alltaf minnst af því að når ég hafa væntingar að þessi manneskja á að vera með því ég er þannig hvað ertu þá að vera þannig til að fá eitthvað eða þú veist, ég er ekkert að gera það meðvitað en pína með restina af því að mér langar svo mikið að fá ástina og kannski finnur fólk það í undirmeðvitundinni og bara, þokka þér skilju, að þú veist, maður ítir mikið meira frá sér með því að vera svona people pleaser, það er svo óaðlaðandi og ég sé það í öðrum en það er bara svo erfitt að stoppa mig af sjálf að það er svo mikil sársauki og það er svo mikil þrá í samþykki því meira sem þú skiptir með máli en svo backfire það alltaf af því að maður vill það svo mikið og þá þarf maður að fara til Guðs og segja Guð, ég iðrast þess að hafa verið að reyna að fá samþykki frá öðru fólki, skilu og ég iðrast þess að hafa sett aðra á stall þú veist, þegar bara þú átt að vera á stalli þú veist, bara fyrirgefðu og ég sný hjarta mínu aftur til þín að þessu leiti, þú ert samþykki mitt þú veist, af því að þegar við tökum við samþykki Guðs þá erum við samþykkt og þá trúið því hjartan, herri, ég er samþykkt, ég þarf ekki samþykki frá öðru fólki og þá hættu að reyna að láta annað fólk samþykja okkur skilu og þá fyrir við þú segir þetta og ég er svo heil ég er bara svo yes að mér það er bara takk Jesus, lefur að vera alltaf annað akkurat, já, einmitt og pirringurinn og gremjan út í annað fólk, það er bara svona Guða aðeins að hlusta okkur, heyrðu, þú þarfst að skoða í hjartana einu skilu. Það segir í orðinu við að varðveita hjarta okkar framar öllu öðru því að það eru uppsprettu lífsins og við fyrir að skoða hjarta okkar með Guði til þess að sjá til þess að allt hjarta sé bara að honum skilu. Jesús er lífsbrunnurinn, hann gefur okkur allt sem við þörfnumst. Hann sér fyrir öllum okkar þörfum, þú veist. Og við erum líka góð við okkur, hægt voru svo vond við okkur eins og núna bara þegar að tala við þig, það er eitthvað að gerast. Ég finn fyrir svona litlu dagbyrstu, hún er algjört raskat, ég elska það. Hún var svo best, hún var svo lífsglöð, hún var alltaf að leika sér í sangkastalurum og mamma reyna að taka myndir. Hún bara, nei, ég er ekki að sangkastala og veist, hún var svo lifandi og hún var svo yndisleg, hún var svo fyndin og skemmtileg. Svo var hún fullorðin, hún gerði allir þessi mistök og fór eitthvað niðurlega sjálfa sig. Og það er það eina sem ég get hugsað það var að hugsa þessa litlu stelpu sem er í raun bara, þú veist, yndisleg stelpa og þú veist, og þykja vænt sjálfa sig af því að þú veist, við erum alltaf svolítið tómi, við erum ekki bæði að elska okkur en líka að lifa Guð að elska okkur Amen. Og það var allt hitt bara bónus og ef það kemur ekkert mál, ég hef mig og Guð þú veist. Akkurat, já, akkurat og það er við veljum að trúa því að við séum elsku að öll mistökin hafa verið þurrkuð og það er það sem Jesú Kristur dó á krossinum fyrir, skilur, til að afmá alla syndina og til að afmá öll afbrotin og allt sem við gert á okkur en djöfullinn alltaf að reyna að segja heyri, manstu þegar þú gerir þetta, manstu þegar þú klúraði þessu og þá þurfum við að segja í Jesú nafni, ég hafna þessari hugsun, ég hafna legum djöfulsins, ég er réttlátt í Kristi, ég er
góð og Guð elskar mig eins og ég og bara setja fókusin aftur á Jesú. Þú veist, ekki leyfa sem hugsunum að taka yfir. Guð hefur gefið þér vald yfir hugsunum þínum og þú hefur allt sem þú þarft til þess að hafna lyginni og velja sannleika Jesú Krist og við tölum þetta aldrei út heldur, við tölum alltaf út sannleika Guðs. En mér langar svo að nefna eitt áður en við klárum þáttinn, að því ég hef séð þig á TikTok og Facebook með svona viðtöl við fólk þar sem þú ert að tala um Jesú og kristna trú. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, þú veist, það var maður sem hafði samband mig og var búinn að sjá mig fullt af viðtölum að tala um Jesú, tala um ytru mennsku og ég hafði frelsast og hann var bara ok, þessi stelpa var fullkomin að taka viðtölum að tala um þetta. Og við erum að tala um fólk sem að trúir á Jesú, tala við presta og alls konar, en við erum líka að tala tala við svo geðlækni, yfirgeðlæknirinn á Bugl, Björn Hjálmarsson, hann yndislega eitt af mér uppáhaldsviðtölum og hann var að tala um bara geðheilsu barni yfir höfuð og eitthvað sem skiptir virkilega máli líka. Svo var mér líka með heitfengið mitt að því ég er búin að vera svo leið yfir hversu mikið af til dæmis fólki sem hefur verið samkynhneigt hefur liðið illa, eða hefur verið, bara samkynhneigt, hefur liðið illa þegar líður eins og þau bara sé ekki neitt út af hvað kristið fólk er að segja. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að fá presta til mín sem voru að tala um þetta að það sé ekki þannig, að þau sé ekki bara eitthvað þú veist, að Jesús elski ekki þá líka eins mikið og okkur. Já. Og þú veist, mér er svo mikilvægt að fá presta sem hugsa þannig, eru ekki svona dómharðir, af því það er hvernig ég er, skilju. Þannig ég vil að samkynhneigðir sjái og þú veist, sjái viðtölin og sjái það, skilju. Mér finnst það mjög mikilvægt og fólk sem er bara þessu öðruvísi, skilju, og það er bara ekkert að því. Akkurat. Það veist, mér finnst það allavega. Já, einmitt, amen. Ég er alveg sammála og það er ákveðin misskilningur það og svona finnst mér oft alltaf mikill fókus kristinna manna á samkynhneigð og trans og eitthvað svona að það sé eitthvað versta syndin og þú veist og að fordæma það en sko allt sem að fælir fólk frá Jesú og lætur fólk trúa því að það sé ekki velkomið inn í Guðs ríkið það er ekki frá Guði. Það er kristins andavald og það segir Jesús segir vei þeim sem að tælir einn smælingana til falls. Og þegar verið að tala um smælinga, það er ekki bara verið að tala um börn, það er verið að tala um alla þá sem eru í viðkvæmri stöðu. Alla þá sem að, eru brotnir eða veikir eða líður illa eða alla þá sem eru öðruvísi eða hafa upplifað sig útskúfaða úr samfélaginu þegar Jesús gekk á jörðin, þá sat hann með þessu fólki fyrst og fremst til að elska til lífs. Sama með mig þegar ég var algjörlega komin á botnin í mínum alkoholisma og mínum veikindum og einhvern veginn búin að brenna alla brýra baki mér og eina sem var eftir var að annarkvort að deyja úr alkoholisma eða finna Guð og sem betur fyrir fann ég Guð og hann elskaði mig til lífs. Þú veist, þannig að enginn er vonlaus og við eigum von og Jesús sagði þið þekki lærisveina mína af kærleikanum sem þeir bera til hvers annars og það er enginn kærleikur í fordæmingu og niðurrifi og ásökunum og rópurði þannig að þetta er líka svona svolítið áskorun út, ekki bara, þú veist, að segja við þá sem er ekki kristnir, þú veist, Jesús elskar þig og prufaðu að byrja að tala við hann, prufaðu að gefa honum tækifæri til að sjá hvort það sé raunverulegur til að komast að því. Þetta er líka svona ákall til þeirra sem eru kristnir og hafa kannski verið þar lengi að leyfa kærleikanum og kærleika Krist að starfa í gegnum þá en ekki einhverja kristins andavaldi sem að ásakar, rífur niður, dæmir og fælir fólk frá Jesú. Af því maður langar bara að segja líka því það er svo mikilvægt að hafa þessa samkennd og hafa hennar náunga kærleika. En Guð er fyrst og fremst kærleikur, þannig ef þú átt erfitt með Guð byrja bara að segja elsku kærleikur, ég fel með þér á vald. Feldu á vald kærleikans, hvað er betur en það? Þegar Guð og Jesú eitthvað sem er bara kærleikur. Þannig ef þú felir það vald kærleikans, þá myndu finna hægt og smátt fyrir Guði. Amen. Að ef þú átt erfitt með að segja Guði eða Jesús, það er bara eitthvað tráma tengt í, ég skil það alveg. Segðu bara elsku kærleikur, tala yfir kærleikan. Þegar Guð er kærleikur, mæli með sjósundi, ég mæli með fyrir kalda sturtu, vektu líkamanninn svolítið, farðu yfir komfortzónið þitt. Og ef þú ert alkoholisti, farðu í samtökin, farðu í sporin, samhliða samkomum eða það sem virkar fyrir þig. Það er algjör lausn á alkoholisma. En ég mæli með öllu þessi sambland og líka bara hollt lífverðni, þú veist, hreyfa þig, lyfta, þú veist, allt þetta í sambland. En Jesú nummer 1, 2 og 3. Af því Jesú þarf að vera rótin, eða allavega aðri máttur, en fyrir mér Jesú. Þannig að já, ég mæli með öllu þessu. Já, og ég mæli með að endurnýja hugarfari, passaðu þig hvað þú ert að hugsa, passaðu þig hvað þú ert að tala út, hvað þú ert að segja og skoða það, taktu eftir því
hvað þú ert að hugsa dagstaglega. Taktu eftir hugsuninni þegar þú vaknar á morgnana. Taktu eftir hvernig hugsanirnar eru fyrir daginn. Taktu eftir því og þú munt sjá að þér líður eins og þú hugsar og það sem þú ert að tala út, það er það sem verður í lífinu þínu. Það sem þú talar út, það er það sem að lífið þitt verður. Guð hefur gefið okkur vald með hverju við trúum og hvað við tölum út og hvað við erum að hugsa dagstaglega og Guð hefur gefið okkur val til þess að beita þessu valdi til blessunar eða til bölvunar fyrir okkur og fyrir aðra. Þannig að mér langar til þess að biðja fyrir þér og mér langar til þess að bjóða þér ef að þú hefur ekki tekið á móti Jesú sem þínum frelsara ennþá, sem þínum Guði, þá langar mér til þess að bjóða þér að fara með þessa litlu bæn og ef þú gerir það með einlægt hjarta sem þýðir bara að þú meinar þetta, þú vilt fá Jesú, að þá gerist stórkostlegasta kraftaverk sem til andi Guðs kemur inn í andan, endurfæðir hann og þú fær nýjan anda fæddan á Guði. Amen. Og þá áttu örugga inngöngun í himnaríki Guðs þegar tíma þínum á jörðinni er lokið en auðvitað vill Guð ganga með þér alla daga og líka meðan þú ert á jörðinni og þú byrjar að kynnast Jesú og þú byrjar að eignast stórkostlegasta ævintýralegasta ferðalag sem að hugsast getur og það er lífið með Jesú líka hérna á jörðinni. Þannig að ég ætla að bjóða þér að endurtaka þessu bæn eftir mér. Góði Guð, kæri Jesús, ég vel að trúa á þig. Ég trúi því að þú sért Guð. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Ég afhendi þér fortíð mína. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Takk fyrir að lækna mig. Takk fyrir að leysa mig. Ég vel að lifa í þínu ljósi, í þínum kærleika og í þínum friði alla eilífð. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og ef að þú fórst með þessa litlu bæn með okkur, þá trúi ég því að þú sért endurfæddur og sért búin að eignast þetta stórkostlega lífi í Jesú Kristi. Þið getið fundið Frelseskirkjuna á Spotify, á YouTube og á Facebook og þið getið fundið Pax Vobis á Facebook, Instagram, TikTok og þið megi líka fylgja mér ef þið viljið, Dagbjört Rúriks á Instagram, Facebook og TikTok. Ég mæli með öndun, hugleiðsla bæn og samtökunum eða þú ert alkohólisti. Please, bara kott og fund, ekki vera hræddur. Ef þið eru með spurningar þá megi líka senda á mig eða á Dagbjörtu og við erum tilbúin að svara spurningum ef að þú ert að glíma við fíkn, alkohólisma, brotna sjálfsmynd eða ert bara forvitin Jesú eða langar að vita eitthvað, þá megi senda okkur líka á Messenger og við erum alveg tilbúin að taka bara samtali við ykkur. Þannig að bara Guð bless ykkur og takk fyrir að horfa. Bless.